Góðan daginn, Smárakirkja. Herðu, okkur langar til að byrja þessa stund bara á að biðja og ég var rís á fætur, leggja þessa stund í höndin hans Jesú, halleluja, og í drottins hendi, drottin. Faðir, við erum komin hingað til að hitta þig, drottin. Við erum komin hingað til að segja þér að við elskum þig, drottin minn, og fá það sem þú, drottin, ætlar að gefa okkur í dag. Og Faðir, bara við bjóðum heilagan anda velkomin að taka alla stjórn, því við erum ekkert án þín. Við erum ekkert án þín, þetta væri bara eitthvað sem út í lofti, drottin minn, en við viljum bara þig og það sem að þú hefur að fram að færa. Og við bjóðum alla velkomna sem að hlusta heima og bara njótum saman í dag. Er það ekki? Amen. Jesú velkomin og heilagan anda snerta við hjörtum okkar hér í dag. Í Jesú nafni. Drottin, ég tilbið þig, frelsaðu mig. Drottin, ég tilbið þig, frelsaðu mig.
saman, drottinn ég tilbyð þig, halleluja. Svo auðvelt að segja bara, þú sem ert heima, að bara frelsaðu mig frá því sem að ég að kljást við. Í Jesú nafni. Í bljúgri bæn og þökk til þín sem þekkir mig og verkin mín. Ég leita þín, Guð leiddu mig og lýstu mér ævistig. Ég reika og ég reika á langri leið, sú rétta virðist aldrei greið. Ég geri val sem yður fer.
Ef að syngja saman. Mér fer ta veginn þig að verðir þú æ drottinn minn. Takk Jesus.
klappa fyrir henni Ninnu. Það er nefnilega þannig að gangi einnum dimman dalinn, ótta þar eigi finn. Og sprotur stafur þinn, stungið hafa mig, kom og frelsa mig. Þetta er svo yndislegt. Og við erum svo heppin hér í þessari kirkju að fá að eiga þetta yndislega samfélag, vera með hennar frábæra kór, þessa frábæru hljómsveit, einsöngara, og við erum svo rosalega blessuð og við skulum muna bara að við skulum þakka fyrir það. Þökkum fyrir það sem við höfum og hvert Guð leiðir okkur alla daga. Bara höldum í trúna og hann mun vel fyrir sjá. Skalt ekkert óttast og engu kvíða. Til hann sem huggar, já hann sem bætir hag. En veist að þú átt vininn Jesú, sem að veit vörn þín sál. Ég er í höfn
Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig réttan veg fyrir sakir nafns síns, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert dýr, því þú ert hjá mér. Sprotir þinn og stafur huggar mig, þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyr höfuð mitt með olíu, bikar minn er bara fullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Hressir sál mína, hann hressir mig, leiðir mig réttan veg fyrir sakir nafns síns, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert dýr, því þú ert hjá mér. Sprotir þinn og stafur huggar mig, þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyr höfuð mitt með olíu, bikar minn er bara fullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Mig mun ekkert bresta, nei. Mig mun ekkert bresta. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ef ekki að standa á fætur og hrista okkur stöðum í Jesú nafni, er það ekki? Halleluja, takk Jesus. Bara þeir sem vilja. Lofa Guð, sála mín, og allt sem í mér allt
í Hann hefur gjört máttarverk. Hann hefur gjört máttarverk. Hann hefur gjört máttarverk. Drottinn minn.
Amen. Sibba mín, gjör svo vel. Men, þarna kom þetta. Heyrist mikið í mér hér. Vist, það skiptir ekki öllu. Það gaman að sjá okkur í Jesú nafni. Ég var rísa fætur í dag. Amen, högn mættur. Amen, takk Jesús. Mér er svo frábært, mér finnst alltaf svo athyglisvert þegar það er eitthvað boðskapur sem að Guð vil koma framfæri, hvernig það harmonera saman, það sem að gerist í tónlistinni, textarnir og allt svoleiðis. Guð er nefnilega svo ótrúlega nákvæmur, hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Og þeir eru frábær, by the way, þeir voru æðisleg, Gugga mín, tónlistin, við erum gríðarlega lánsöm. Eitt af því sem kom fram í textanum var, lofaðu drottin sála mín. Og við þurfum að vita það, vinir, að við erum andi, við höfum sál og við búum í líkama. Og það er nákvæmlega í þessari röð. Við erum andi, við höfum sál og við búum í líkama. Við leyfum okkur stundum að vera svolítið sálalegum. Og hvað meina ég með því? Við látum stundum tilfinningarna stjórna því hvert við erum að fara hverju sinni. En andin okkar á að ráða för. Andin okkar er sá sem á að fara fyrir og það sem að gerist á samkomunni er að andin fær fæðslu og allt í einu verða hlutirnir eðlilegir í líf okkar. Við förum að sjá hlutina með öðrum hætti og það er út af því að við erum að gefa andanum næringu, vinir. Það er bara út af því. Og þegar Davíð sagði þetta á sín tíma, lofaðu drottin sála mín, að þá horfi ég svolítið á þetta og hugsa, býtu hvernig ætli hann hafi sagt þetta. Og fyrir mér var þetta svona, hann hefur haldið svona sál sinni í hendinu og sagt, lofaðu drottin sála mín. Hætt þessari vitleysu. Lofaðu bara drottin. Hætt að kvarta, hætt að kveina. Og Davíð var maður sem að fór í gegnum alls konar kringumstæður og mikla erfiðleika áður en hann gekk inn í þá köllun sem að Guð hafði fyrir hann. En það sem að hann kunni, sem að við þurfum að læra að gera, það er að lofa Guð í öllum kringumstæðum. Að leyfa andanum að stýra ferðinu. Og jafnvel þótt okkur líði ekki þannig. Því að það er ekki alltaf þannig okkur líði þannig. Við komum stundum að samkoma og verum mjög mismunandi upplögð, ekki sagt. Stundum erum við bara ekkert vel upplögð. Við höfum kannski farið í gegnum einhverja kringumstæður, við erum að upplega særindi eða eitthvað sem hefur haft áhrif á hjart okkar. En þá látum við andan ráða för og við segjum við sál okkar, lofa þú drottin sála mín. Og í dag þá langar mér bara til þess að stíga út á vatnið og hvetja okkur öll til þess að gera þetta í dag. Það ég þarf á því að halda núna að lofa drottin. Bursi frá mínum kringumstæðum. Ég þarf bara að lofa drottin. Og það ég veit að þegar ég lofa drottin að þá gerir hann hluti. Þá kemur kraftaverki í líf okkar. Og ég þarf meira af Guð, ég þarf meira af hans leiðsögn, ég þarf meira af hans kraftaverki. Þannig að mér langar til þess að biðja ykkur bara að lyfta höndum ykkar hér í dag. Það þarf ekki að vera hátt eða eitthvað svoleiðis, sem bara prófiði með mér. Og segjum við sjálf okkur, lofa þú drottin sála mín. Drottin við bara lyftum nafnið þínu. Við kjósum að lofa þig í þessum kringumstæðum á þessari stund, drottin minn. Og ég bið drottin minn bara að starfa í lífum okkar. Ég bið að koma inn í hjarta drottin og ég bið að bara virkilega hreyfa til og hreinsa það sem að þarf að hreinsa. Ég bið líka að lækna það sem að þarf að lækna. Og drottin ég bið endurreisn þar sem að þarf að koma endurreisn. Og drottin ég bið að þegar við lofum þig. Og það stendur í orðið þín að þú dregur fólk til þín. Þú dregur allamenn til þín þegar við lofum þig. Drottin við lofum þig og við viljum að þú drægir okkur til þín, drottin. Halleluja. Við viljum meira af þér og minna mér. Meira af þér og minna mér. Allan daginn minna mér, Jesús. Og drottin ég bið að það sem við erum að fara í gegnum drottin, að við mættum ekki upplifa okkur ein. Heldur finna hver styrkur þinn er í öllum kringumstæðum, drottin. Að vita það að við erum aldrei ein. Þú ert alltaf með í för. Og drottin ég bið að mæta okkur hér fyrir anda þinn. Í Jesú heila nafni og allir líðurinn sagði. Amen. Halleluja. Hvert vorum við komin í samkominni? Fórnina. Mamma er með dagskrána algjörlega á hreinu. Við ætlum að fá djáknana fram með fórnabaukana. Og mér langar að hvetja ykkur, ef þið hafi aldrei gefið,
Þetta eru samskott, ég segi alltaf fórn. Við erum ekki að fóra fórnan einu hér í dag, við ætlum bara að taka samskott. Þannig í Jesú nafni, Drottinn við bara komið fram fyrir þig. Ég byrjum að blessa þá sem að gefa hér í dag. Og ef þú hefur ekki gefið hér í dag áður, þá hvet ég til þess að prófa og bara treysta Guði fyrir að hann starfi í hjartaðinu út af því að Guð elskar og blessar glaðan gjafara og við byrjum í Jesú nafni og allir liðinni sagði.
Halleluja, en hvað þetta var innilega blessað. Hvernig var að gefa þessu stórfenglega kór okkar gott klapp og öllum hér, tónlistafólki, Guggu, Matti er að standa sig með stakari prýði. Það er náttúrulega kemur engum á óvart. Gullamanni. Hvað sagði þið? Hann lærir þetta einhver tíman, nákvæmlega. Takk, Jesús. Er ekki gott að vera í húsi Guðs? Finnið þið friðinn sem er hérna í dag. Hér er gott að vera. Hvernig væri að við myndum rísa aftur á fætur? Loksins þegar kórinn fæs í sæti, þá er fólk beðum að rísa á fætur aftur. Því að það er gott að sitja og standa til skiptis. Amen. Mér langar sérstaklega að beða fyrir honum alla mínum. Við hérna ætlum á date á föstudagskvöldið og það búið að vera brjálega að gera hjá okkur þessa viku og allir var að reyma á sig skóna og hann festist í þar.